Já, komið sæl, til okkar komin dóttir Lára G. Sigurðardóttir, læknir og lýðheilsufræðingur. Er það ekki? Jú, passa, takk fyrir. Já, þú doktor í lýðheilsufræðum. Já, ég tók doktorsgráðu í lýðheilsuvísindum, útskrifaðist 2015 og námið tók 7 ár eitthvað svo leys. Frá þegar ég innritaðist og varði ritgerðina. Þannig að og hérna, sko, þú hefur látið þig skipta aukin notkun aðalega kannski byrjum á nikótínbúðunum. Það er hérna, þú ert með staðreyndir notkuna, hvað hann aukist mikið. Og sérstaklega hjá yngsta, ungum kynslóðinni, frá 18 og upp í 24 ára, þar sem að 3 hver nota nikótín daglega og eru orðin háður nikótíni, sem að er náttúrulega ekki vennilegt efni, þetta er taugaeitur og raskar taugabúðefnum í heilanum sem getur valdið kvíða, svefntruflunum, depurð, athyglisbresti og einbeitingarleysi sem dæmi. Nú, hér áður fyrir þá reykti ég mjög mikið og þetta hafði svona forgang í lífinu líka. Það er klassískt. Í raun að því að það er þannig með öll fíkniefni sem að nikótín vissilega að það í raun fer alltaf snúast það. Þannig að leið og þú er kannski átt ekki lengur nikótín og þú verður strax að hafa áhyggjur að því hvar ég geti nálgast næsta nikótínið, þá ertu komið með í raun sem þetta segja nikótínfíkn. Og já, þannig að það í raun hertekur svolítið heilan og svona sér til þess að þú hafir alltaf nikótín hjá því að það breytir í raun dópamínkerfin okkar. Og með heyrðum dópamínkerfi, það er svona svolítið það sem við göngum fyrir og gefur lífinu svolítið spennu og verður svolítið svona gaman að hlakka til eitthvers. Það er umturna dópamínkerfinu, þannig á endanum að það tæmir eiginlega dópamíntankin, þannig að þú ert erfiðara með að losa dópamín bara við svona daglegar athafnir. Bara ef þú ætlar að fara í bíó eða ert að fara að hitta vin eða eitthvað slíkt, að þá ertu erfiðar með að finna gleðina, þú veist, í því nema nikótín sér til staðnum, í heilanum, því að það breytir viðtökunum fyrir dópamín í þessum heilasæðum. Sko, það var þannig hjá mér, ef ég opnaði sígarettupakka að kvöldi, sko, með 20 sígarettum í, en að því að búin að opna hann, þá gat ég ekki fara að sofa fyrir en að ég var búin að ná mér í óopnaðan pakka. Það er bara, sko, ef ég er andbaka, eða eitthvað. Algjörlega, af því að þegar nikótíni fer, þá fellur dópamínið í heilunum og þá líður okkur mjög illa. Þannig að þetta er heilinni bara að passa upp á að þú farir ekki á þann stað. Þannig í raun nikótín fer að stjórna svolítið hegðun okkar. Það fer alltaf að snúast í kringu það. Og það er náttúrulega bara sem við sjáum líka með önnur fíkniefni. Og fólk segir oft til dæmis eins og Vogi að það er erfiðara með að hætta að nota nikótín en önnur fíkniefni. Þannig að það er alveg nikótín getur valdið gríðalegri fíkn. En þú flokkar nikótín sem fíkniefni? Það er fíkniefni. Já, er það? Já, það er með ECD-greiningu 17, þannig að þetta er í raun, það breytir taugabúðumum í heilanum og hefur áhrif á fíknisvæðin í heilanum, þannig að þetta er hreint og klárt. Þetta er í raun alltaf bara löglegt fíkniefni þannig séð, líkt og áfengi. Áfengi er náttúrulega annað fíkniefni, þannig að sem við erum bara búin að normalisera. Einmitt. En er það sko hugbreyting, verður það á nikótíninu? Já, það losar bæði hann á dópamínið, það hefur, og ég meina líkt og kókaín og önnur efni, það losar dópamín. Það hefur aðeins önnur áhrif hvernig það virkar í heilanum, en nikótínið það líka losar svona ræsir streitukerfi, þannig að fólk finnist að vakna kannski að örvast aðeins við það, en finnur samt að ró í leiðinni, en þannig að af því að það er að hafa áhrif á taugabóðskiptin í heilanum, þannig að, og sérstaklega þessi svæði sem tengjast fíkn, þannig að og þú sér líka öll frákvæðseinkennin þegar fólk reynir að hætta, að þá líður í mjög illa, fær svitaköst, kannski fær skjálfta, pirring, vanlíðan og næri raun ekki bara hugsa neitt annað nema nikótín, þannig að fyrstu dagana. Þannig að þetta er í raun bara efni sem að herta heilaninn. Sljóka heilann eða hugsunna? Já, með tímanum upplifir fólk kannski að það fær svona betri einbeitingu og athygli, en það snýst svo upp í andhverfu sinna lengur, því að
þessi stöðu áreiti af því að nikotín líka, við erum að spáði það er svona efni sem brotnar rosalega hratt niður í líkamannum með kaffi, kaffi það er mjög lengi í líkamannum þess vegna vil maður helst ekki drekka kaffi eftir hádegi eða eftir 2 en aftur á móti nikotín það er brotið mjög hratt niður þess vegna voru reykingapásunar alltaf á klukkutíma, 2 tíma fresti þannig kannast það, að því að nikotín fer svo hratt úr líkamannum sem þýðir það að þú ert í raun alltaf að upplifa einhver fráhvörf stöðugt að koma einhver fráhvörf fram og til dæmis á nætuna líka þegar fráhvörfin fór að koma fram á nóttunni að þá fyrir fólk ofta að vakna upp eins og í dag unga fólki að vakna kannski nóttunni til að setja púða í í sig og sefur með hann sefur með og jafnvel að setja púða skiptum púða af því það er byrja að upplifa fráhvarfsenginni þannig að auðvitað sefur þá lausar og það, þú veist, trufla svefninn og svo framvegis. Sko, sá sem er með púðana hann truflar ekki þann við hliðin á sér eða aðra með að setja upp í sig en að myndi kveikja sér síkardur eða allt annað mál. Já, þá ertu komið þess að óbeinu reykingar þar sem eru líka hættulegt fyrir þá sem eru í umhverfinu en nikotín er náttúrulega það sem við sjáum núna er aðalega sem með púðana er að lítið börnar að setja þess að tína þá og setja upp í sig og það er að valda eitrunareinkenum því að lítill kroppur nikotín er raun bara, þú veist, þetta er þannig það á þeim það sem er að vinna nikotín að rækta nikotín plöntuna að þá þurfa starfsmennin að vera í sérstökum hlíðarfatnaði að því að annars fær það eitrunareinkenni og lítil börn þurfa mjög lítið magn af nikotíni til að það er milligram per kíló til að verða fyrir alvarlegum eitrunareinkenum þannig að ef lítið barn tekur upp nikotínpúða þá getur það hefur orðið andlát og hefur verið lýst í læknablöðum en þannig að nikotín sjálfur sér bara líka mjög hættulegt þannig óbeint fyrir lítil börn. Dæmi það hér að lítil börn hafa skadast eða sett upp í sig? Ég held að sé það minnir að viðtal við hann Ragnar Bjarnason fyrir ekkert svo löngus yfirlækni á barnadeildinni, ég held að verið það er allavega 5-6 tilfelli af hverju viku sem að koma. Nánast daglega bara? Já, nánast daglega. Það er bara þannig? Já. Maður segir annað að sko þegar ég var reykingamaður og ef ég var að fara að kveikja mér í sígart og mista hana, þá beygði ég með eftir henni. Núna gengi mikið og ég sé nikotínpúða bara hér og þar bara, og þá er ég ofta að hugsa sko, náttúrulega ekki unga börn en ég er að hugsa sko dýrin sko, ég er búin að banna hundinu mínum þetta, þetta er ullabjakk, hann má ekki líta á þetta en það er ekki öll dýr með eitthvað kall með sér sko. Nei, algjörlega. Það eru kísur, fuglar. Einmitt, algjörlega. Og ég meina við gleymum stundum að hugsa einmitt, þú veist, hvernig við hugsa nærumhverfið okkar, þú veist að auðvitað, þannig að það þarf náttúrulega eins og til dæmis ég horfði stundu til Singapúr, það er alveg margt gott sem kemur þaðan, þeir eru bara með reglu, þú veist að það er til dæmis bannaður með þykja og þú mátt ekki henda neinu á jörðina, en það er ekkert á jörðinni. Við sem samfélag að, veist, ef við þurfum að nota reglugerðir og lög til að ef við viljum breyta einhverju, því að það verður voðalega erfitt fyrir okkur að segja við alla sem er að nota nikotín, þú veist, týnd upp nikotín eftir þig nema að sé ykkur viðurlög. Bandaríkjunum til þess að sem ég bjó að það sérðu voða lítið rusl því það er $1,000 sekt ef þú hendir rusli. Þannig að þá færðu og það eru margir sem muna minna en $1,000. Þannig að það er enginn að henda rusli á óþörfu. Þannig að auðvitað þarf bara að setja ykkur viðurlög ef við ætlum bara að ná tökum á þessu. En skiljið þannig, í Singapúr þá er það þannig að það eru bara svona af máluð línum bara, það sem að má reykja. Reykja, já. Það var bara búið að teikna línu og það sem fólk má standa og reykja fyrir innan hana og svo en hvergi annars staðar. Það þurfum mjög harður í að sekta á með eftirlitsmyndavélar. Þannig að reykja þetta að hafa síkart í munnvikinu bara? Nei, þú veitir enginn, það fer heldur enginn yfir sko götunum á gangbraut. Það er alls konar svona reglu sem við... Já, það er svolítið. Og fólk fer eftir þessu. Það fer eftir þessu, já. En sko, þetta er salan á þessu er mikið hagsmunamál fyrir þá sem að eiga þessar heilsölur eða hvað þetta er. Þannig er mikið velta.
Já, og það náttúrulega eins og við sjáum bara, það sé í viðskiptablaðinu og í fjölmiðlum stöðugt vera að tala hagnað hjá þessum fyrirtækjum, þetta snýst þetta á endanum bara mestum peninga og við sem erum að vinna í forvörnu við höfum enga peninga, ég vilt að eyða fríkvöldunum mínum í að reyna benda á hvað skiptir máli í lýðheilsu og alltaf launalaust, en hinn ég tóbaksfyrirtækinu hafa náttúrulega keypt núna bæði nikotínpúða og rafsígarettu fyrirtækin og þeir eyða síðast ég kannaði 180 milljörðum á ári bara í auglýsingar. Þannig að í auglýsingar, markasetningu. Þannig að gangi okkur vel hérna heima? Í Bandaríkjunum. Já, í Bandaríkjunum. En það náttúrulega við sjáum það sem að gerast í Bandaríkjunum líka. Þannig gangi okkur vel. Við sem erum ein heima bak við tölvuna að reyna að koma einhverju með enga peninga til að markasetja okkur. Að gangi okkur vel að keppa við þetta. Þannig að ef við setjum ekki reglugerðir og það er sama með áfengi, þú veist sýnileiki áfengis eftir sem við ætlum að leyfa fleiri einkaaðilum. Við sáum það bara í raun með nikotín vörurnar. Það eru einkaaðilar sem eru farin að selja það og við erum búin að missa það algjörlega úr böndunum. Ég ekki að segja að banna nikotínpúða, ég bara tala að hafa reglu og ramma í kringum það og sama með áfengi, við þurfum að gera það það verður löglegt fyrir hvern einkaaðila að selja áfengi, þá munum við fara að sjá áfengisauglýsingar, við sjáum nú þegar áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum og við förum að sjá tilboð sem við svo síðan núna líka í netverslun og þetta aðgengi verður víða, þú veist, við bara í raun þetta verður normaliserað með því líka að gefa þetta frjálstáður að normalisera og það í raun ekkert eðlilegt við það að normalisera vöru sem að veldur næst flestum dauðsföllum í Evrópu á ári. Þannig að annars mesta sjúkdómsbyrði í Evrópu áfengisneysla og algengasta í raun áfengisnotkun algengasta dánarorsökum hjá ungum karlmönnum 15 til 59 ára. Þannig að og það finnst okkur það eðlilegt að slík vara í að vera bara á allra hendi að selja. Já, þú getur bara fengið hann að senda heim á 5 mínútum. En þú sagði áðan að þú ert að halda þessu sem þú mentu til og byggir til bara á vísindum sem er svona að segja. En þú ert að berjast í þessu á þess að launalust. Já, ég er bara flestur minn mesta sem að ég hef verið að skrifa og munnhöggvast í raun bara á mínu frítíma. Þannig að en svo hinum er fólk sem hefur mikla fjárhagslega hagsmuni af því að þú sért ekki að tala þetta. Algjörlega. Það er allstað það sem þetta eru bara í raun áfengi og nikotín eru bara lögleg fíkniefni, þú veist, og ávanabindandi efni. Þannig að auðvitað við sjáum það eru alltaf peningar sem fylgja svona efnum og í raun bara allri markasetningum leiðum við byrjum að við í raun stjórnum svo mikið af markasöflunum. Við höldum að ofta við höfum bara áhrif á hvað við ætlum hvernig við ætlum að hafa líf okkar en umhverf okkur hefur gríðarlega mikil áhrif og mér ágætist dæmi það þekki nokkar sem hafa farið til Sádi-Arabíu núna og það sem mjög erfitt að komast í áfengi og þú getur gert það vissulega með einhverjum leiðum á einhverjum stöðum en það ekki sýnilegt og það ekki búið upp á mörgum stöðum þannig að fólk kemur heim án þess að hafa drukkið í fríinu sínu og ég raun að segja, vá, þetta var bara nýju upplifun fyrir mér og mjög fegið að hafa ekki þurft þannig sé að drekka af því að það er svo samfélagslega viðurkennt að vera að fá sér í glasi úr í fríi en fólk kemur meira endurnært heim það kemur heim og bara þakklátt fyrir að hafa ekki haft áfengi framar þannig að það náttúrulega eitt við þurfum líka svolítið aðskila þú veist að við erum með þessa alneyslu samfélaginu sem svo dulinn og svo erum náttúrulega með stóran hluta á okkar íslensku þjóð sem með vandamáli yfir 7% þjóðurinn hefur lagst inn á vog og tala 20% eigum við vanda að stríða og hvað voru 30% sem sýnir áhættuhegðun áhættu drykkju þannig að þetta gríðalegur stór falin vandi En Lára, þeir sem eru hinum yfirborðið sem hafa hag af sölunni það sem ég er búin að kynna mér að sem við erum að skrifa þá finnst mér þeir svona eins og sé að reyna að smætta þig gera lítið úr menntuninni
til að svona þú virkir sem óábyrg í því sem þú segir gera. Já, það klassísk leið. Bara klassísk leið til að reyna að þakka niður í mér. Já. En ég meina, ég búin að liggja yfir þessum fræðum í meira en 10 ár og þannig að ég stend bara fast við orð mín og til dæmis að veitni einhverja tölur að þú veist, áfengisneysla hafi lækkað hér á landi, þá ekki tægt að horfa til einhverja 3 ára, við erum svo fámenn þjóð, við þurfum að horfa á svona langtíma gögn og það taka líka með inn í COVID-áhrifin, þú veist, það náttúrulega lækkað allt í COVID og síðan áhrifin svolítið að skila sér inn í samfélagi aftur, nokkur ár tekur áhrif þess að skila sér inn í samfélagi, þannig að fólk svona að fara aftur út og svona fara aftur í sama far. Já, nú búið að opna svolítið fyrir aðgengi með áfengi, það eru bara einkareknar áfengisverslanir eru bara... Já, sem ekkert í raun nema smásala og smásala í raun ólögleg á Íslandi, smásala einkaaðila ólögleg og en þeir uppaflega þegar þeir fóru að stað með þessa netverslanu þá héldu þeir fram að fyrirtækin þeir var staðsett í útlöndum og ég get pantað mér áfengi frá útlöndum og gott og vel, en hvað þýðir það? Hvað ég lengi að fá vöruna? Það tekur örugglega viku, 2 vikur, svo þarf að vera tollafgreitt og ég þarf að borga skatta og tollagjöld og þannig að hún svo dýr að ég stend ekki í því nema ég sé mjög mikill vín áhuga maður. En núna það sem þeir eru að gera, þeir eru ekkert með lagavöruna á útlöndum eins og þeir héldu fram uppaflega. Þannig að þeir smá saman að mjaka sér inn í þennan markað og svona fara svona króka leiðir og í raun lagarinn núna allur staðsettur. Sonur minn pantaði daginn einhvern bjór og það stóð sent frá skeifunni. Þannig að það ekki komið utan og það var engin tollar eða umsýslugjöld eða neitt sem maður þurfti að borga. Þetta kom bara hrein og beins smásala í gegnum netið. Og ég raun hafa þingmenn staði bara, þeir hafa bara sofið á verðinum, þú veist. Hvað það 5 ár komin síðan þetta var kært og það ekki ennþá búið að taka afstöðu í málinu. Þannig að þá veltum við alltaf fyrir sér af hverju ekki, þú veist. Það gríðarlega, nú erum við alltaf að tala að heilbrigðiskerfi okkar sé í mólum og við þurfum að takast að geta búið upp á betri heilbrigðisþjónustu, að okkur vantað peninga og mannskap og annað. Áfengi, það eina sem það gerir að auka byrði heilbrigðisþjónustunni og í raun kostnaðurinn af völdum áfengisneyslu sem yfir 100 milljarðar á ári og hækkar 17 milljarðar fyrir hverja lítar aukningu af hreinum vínanda sem eykst á mann per ári leiðrétt fyrir ferðamönnum, að þá hækkar kostnaðurinn 17 milljarðar og hann mestur í heilsugæslunni, sjúkraflutningum og heilbrigðiskerfinu allir. Þannig að og mikið til falin. Fyrir það hvað ömurlegt sko ofneysla og svo ömurlegt sko. Einmitt. Og þetta stærsti hlutin bara venlegt fólk sem við kannski að því að ef þú til dæmis segjum bara að þú sért allir komið háþrýsting, áfengi til dæmis eitt þekktasti valdur hás blóðþrýstings og eitt þekktasti valdur hjartsláttartruflana, það veldur 7 krabbameinum og það eru 200 sjúkdómar sem hafa verið tengdir við áfengisneyslu. Þannig að og í raun félagslega það alveg afleitt sko. Já. Já, margir einmitt og ég vil inn á heimilum að svona, þetta ekki. Já, algjörlega. Hefur skuggahliðar. Þeir þekkja það náttúrulega sem hafa alist upp við áfengisneyslu inn á heimilum, þannig að það ég held að það sé ansi margir sem þekkja til þess. Já. En sko, þú ert svona, mér finnst þess að lesa það sem þú skrifa, þú ert svona bugast á baráttunni við þetta ofur, og veldi sem eru hagsmunaðir. Algjörlega. Það bara, þú veist, maður reynir, þú veist, það svolítið erfitt að maður reynir að halda upp málefnalegri umræðu og svo því alltaf snúið upp og mann lagt orði í munn sem maður segir ekki og öllu, snúið út úr hlutunum. Þannig að, og ég meina það veit að það allir landlæknir, við erum búin að fá marga sérfræðinga hér til lands, hvað virkar í forvörnum og svo einhver söluaðili sem að velta milljörðum á ári í sölu
það sem í raun enn lagalega óvissa hvort hann hafi leyfi til að selja, hann er búin að, ég hef ekki tölun að hvað hann er búin að græða mikið að því, að hann sé að segja við vitum ekkert, hvað við erum að tala um, það er svolítið athyglisvert og ég meina hann alltaf bara hreinir og beit hagsmuna árekstrar þar. Þannig að þetta hefur hann hag sinna því að, og þau rök sem hafum oft heyrt að ÁTVR sé ekki að standa sig, ef ÁTVR með ofmarga útsölustæði, þá bara þurfa að fækka þeim. Og ef að þeir eru eitthvað að auglýsa sem þeir með náttúrulega gera ekki því að þeir auglýsa ekki vínflöskur eða neitt slíkt, það ólöglegt. En ef þau væri á því, þá var bara taka á því. En við missum alla stjórn á áfengisneyslu í samfélaginu ef við gefum hana frjálsa. Þá þetta bara, munið þetta flæða hér landið. Þannig að og þessi tvö fíknefni, þá nikótínið og áfengið, eru, sem sagt, neyslan viðurkennd og núna bara með breytingum að þá svona eins og séu svona ránfugla kominn sem eru það ráða við, gera lítið úr þeir sem að eru annarri skoðun og vita meira kannski. Akkurat. En svo veit ég náttúrulega ekki skilur það sem annars sem að taka með nú ég ekki að segja að þetta sé þannig en ég veit að þetta þannig í mörgum löndum og víða að þeir sem hafa pening og vilja fá ákveðnu fram þeir styrkja stjórnmálamenn og jafnvel og þannig að ég með að við hvað þetta gengur hægt þá veltum að því fyrir sér einhverja hagsmuna árekstrar í gangi. Af hverju erum við ekki að vinna forvörnum? Af hverju erum við ekki að passa upp á að normalisera ekki áfengisneyslu? Þannig að því að við erum búin að nota áfengi við erum búin að nota áfengi í allavega mannkynni í 9.000 ár, eitthvað svo leiðis, samkvæmt fyrsta heimildum og þetta myndast í náttúrunni þannig að þetta svona hefur fylgt okkur mjög lengi en og þannig að ég skil alveg það að fólk sækist í þetta efni en núna vitum við bara svo miklu meira síðustu 50 árin hvað áhrif þetta hefur. Það ekkert efni sem hefur jafn skaðlega áhrif á líkamann og áfengi. Það margir sem vil ekki heyra en það bara þannig. Mér líka svona dæmt að tala svona félagslega hvað það skemmir út frá sér. Og það akkurat að því að tala óbeina reykingar áðan. Þú veist að við ein af rökunum fyrir því að beita tóbaksforvörnum voru þær að til að vernda fólk gegn óbeinum reykingum af því að það getur valdið lungnakrabbamein hjá þeim sem til dæmis útsett og fleiri sjúkdómum. En áfengi í raun, það búið að reikna það út, áfengi hefur meiri óbein áhrif heldur en tóbak. Af því það hefur svo mikil áhrif á aðra líka en neytandan sjálfan. Öll börnin, fjölskylduna, vinnumarkaðin, efnahægin, örorku. Alkoholisti, það þetta fjölskyldusjúkdómur. Þó sé bara einn í fjölskyldunni sem alkoholisti, þá leggst á alla fjölskyldunni. Algjörlega. Stórhættulegt. Vont. Já, það flestir, ég hef ekki hitt enn mann í dag sem að segist hafa séð eftir að hætta að drekka. Nei, ég alveg sannfærlega. Ég þekki marga sem hafa hætt að drekka og ég hef engin með eftir sjá. Nei, algjörlega. Lífið bara verður betra og það alveg hægt að hafa gaman þó að það sé ekki áfengi. Margir hafa hræddir fyrir það að taka út áfengi að það sé ekki lengur hægt að hafa gaman. En heyrðu, Lára, ég þakka mikið vel fyrir þetta samtal. Já, takk fyrir boðið, kærlega. Og við komum aftur hér með rauða borðið eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.